Já, eins og ég sagði ykkur rétt aðan, þá erum við að halda áfram að forvitnast örlítið lögin sem er að taka þátt í söngvakeppni Sjónvarpsins núna á laugardaginn kemur og það er fyrir undankeppnin sem að er að fara fram þá. Og á línunni hjá mér er Júlí Heiðar og hann er einn af þeim sem að er að taka þátt á laugardaginn og ég held að Þórdís sé með honum. Komið sæl og blessið. Hæ. Hvað segir þið gott í dag? Bara mjög gott. Er það ekki? Jú. Já. Eða að kalla ykkur hvað listaspýrirnar í hópnum, eru þið ekki að fullu í listaháskólanum og eitthvað? Það er ég er í listaháskólanum. Já. Hún er meira í sálfræðinni. Ok, og flugfræði það ekki? Jú. Já. En hvað getið þið sagt mér lagið? Svo að við kannski segjum fólki að þú tókst þátt í fyrra, Júlí, sem í rauninni lagahöfundur. Já. Og þú varst að flytja lag? Já. Og þá með annan meðflytjanda með þér? Já, það var hann Guðmundur Snorri sem er núna líka textahöfundur í laginu okkar núna. Já, þannig að það er svona ámfram svona smá samspil í gangi. Já, við vinnum mjög vel saman við þrjú, þannig að að gera halda því áfram. Já, nákvæmlega. En hvað getið þið sagt mér lagið? Sko, textinn fjallar fjarsamband. Og það var þannig að ég var komið lag í hendunar og Guðmundur var nýbyrjaði með stelpu sem býr í Austurríki. Ok. Það er ekki rétt til mér? Jú. Og ég bað hann að skrifa texta hans samband, hvernig það var að vera á Íslandi og hún úti og fekk voðalega svona skemmtilega pælingar í hendunar og svo heldum við bara áfram að spinna saman og já. Og mútt þetta skemmtilega lag. Já, mjög skemmtilegt. Og svo þetta fjarsambandinu kannski frekar svona leiðilegt og þá er þetta mjög ferskt lag samt. Já. Svona stöð og stemning. Smá saga. Já. Já, og við ætlum líka að reyna að halda svolítið söguna á sviðinu. Já, skemmtilegt, þið ætlaði að samtvinna þetta. Já, við förum svolítið óhefðbundna leiðir á sviðinu og ég vona allavega að fólk eitthvað fíla. Já, og það komið vel út. Já, það komið vel út, náttúrulega. Akkurat. Hverjir, þið eru ekki einu á sviðinu. Hverjir verður með ykkur í ár? Herðu, þetta er eiginlega bara svolítið sunnlænsk þema í ár. Já. Það eru tveir úr stuðlabandinu, það er Magnús, frontmenn þar og Sigþór, hljómborðsleikari. Já. Og svo eru það systurnar, Unnur Birna og Dagný Halla. Já. Hlustættur. Eru þær báðar í Hveragerði eða? Hvernig er það? Ég held það. Já. Já, ég held þetta sé Hvolsvöllur, Selfoss, Hveragerði, Keflavík, eða svona. Já. Enni, Reykjanesbær og Þorlákshöfn. Og Þorlákshöfn, já. Það er skemmtileg blanda, en nú eru það að gera þetta í annað skiptið og hvernig finnst ykkur að vera að taka þátt aftur? Bara útrúlega gaman. Þess að væri ekki að gera þetta aftur, heldur ég. Nei. Þetta er mun auðveldara núna. Fyrra voru við svolítið bara high on life allan tíman og það var alltaf eitthvað nýtt að gerast og nýtt og spennandi. Já. En nú er þetta meira bara maður veit hvað maður að fara út í og hvað maður þarf að gera og það er auðvitað að plana og skipuleggja hlutina. Já, betri yfirsýn. Já. Aðeins minna stress í gangi. Já. Það er öðruvísi stress eiginlega. Já. En hefur einhver þróun verið á söngvakeppninni síðan í fyrir? Mér finnst alltaf verið að fá flytjendur til að gera meira og meira og taka meira þátt. Já. Já, það er aðeins öðruvísi. Það er nú... Og spurningaþátt. Já, þú eru ekki búið að sína en þá reyndar. Nei. En já, það er alls konar í kringum þetta, en það er samt sama, tvær undankeppnir í Háskóla Bíó og aðalkeppninni í Laugardalshöll. Í Laugardalshöll. En það var nú ekki mikil breyting þar á. En þið tókuðu upp myndbandið ekki? Jú, við gerum það og ég held að flestin lögin hafa líka verið að gera það. Ég held að öll lögin hafi gert vídeo og ég held meira þess að þeir að fara að spila það núna á RÚV sem var allavega ekki gert í fyrra. Já, ok. Þannig að það er svona aðeins verið að tengja meira við þá sem er að taka þátt. Já, líka bara það að við lögum þess að vinna á okkur að búa til gott tónlistavídeó og það er alveg tekur hellingstíma og vinnu. Akkurat. Og þess vegna er gaman að fá það í sjónvarpi líka bara. Já, nákvæmlega, sammála. En ef þið komist áfram í úrslit, er þið búin að ákveða hvort þið ætlaði að syngja á íslensku eða ensku?
það verður ensku. Það verður enskan. Já, þetta lag var uppalega samið á ensku. Ok. Og það svona, ég dett frá og tilbaka hvort mér finnst það betra á íslensku en ensku en... Já, það mitt var næsta spurning. Já. Sko, ég fíla eiginlega íslenskuna betur, en enskan kemur líka mjög vel út. Eins og Júlía var að segja, þá náttúrulega var lagið samið á ensku. Já. Og já, þannig báðar útgáfurnar eru góðar, sko. Þetta er nefnilega svo misjafnt hvernig þetta kemur út, eins og Ég á líf. Mér fannst það eiginlega að vera svona, bara koma mjög flott út á íslensku. Já, algjörlega. En svo þegar Eiríkur Hauksson færir einmitt lagið 2007 yfir Á Valentine Lost, það tapaði ég þessu alveg, sko. Já. Þetta er mjög misjafnt svona hvernig þetta kemur út. Já, einmitt. Hvernig boðskapur skila sín? Já, það þarf bara svolítið að fara eftir sko, hvernig lagið er og einhvern veginn. Ég held að þetta gerist allt bara þú semur lagið. Já. Þá bara fattar þú strax hvort það passi best íslenskana eða enskan. Akkurat. En eru þið einhverju svona Eurovision nördar? Ég get ekki sagt það, en ég er náttúrulega að verða hérna í frá, sko. Já. En áður en ég tók þátt í fyrra, þá einhvern veginn var ég ekkert mikið að fylgjast með, en fannst náttúrulega alveg gaman að horfa á aðalkeppnina og svona. Já. Eru þið þá að fylgjast eitthvað meira með hvað er að gerast í löndunum í kring og svo lesið það? Já, nei, ekki beint, sko, en ég veit að sænska keppnin er ekki búin og getur nú alveg verið að maður horfi á hana. Já, fjórða kvöldi næst. Já, sænska keppnin er bara svona eins aðalkeppnin. Já, hún er rosalega flott, það verður alveg viðkennast. Það er reyndar úrslit í Danmörku líka. Og það er svona svipið stærra gráða. Já. Og ég held að eiginlega svona fyrir þá sem að hörðustu sem að fylgjast vel með, þá er það eiginlega að upplifa aðalkeppnina einmitt aftur og hverri helgi og ætlar að fylgjast með Svíjónum til dæmis, sko. Þannig að það er bara skemmtilegt. En ég segi bara gott gengi til ykkar á laugardaginn, hlakka til að sjá okkur á skjánum og gangi ykkur alveg einstaklega vel. Já, takk fyrir það. Við ætlum að fá að heyra lagið ykkar, Heim til þín. Heyrum þetta á íslensku þetta sinnið og svo sjáum við til, ef við farið í úrslit þá vantilega færum við okkur yfir í ensku útgáfuna ef þið ætlaði að færa okkur yfir á enskuna. Vil ég til það? Það ekki? Jú. Yndislegt að heyri ykkur. Sýmulegis. Takk. Bye.